Komið sæl og velkomin í Hvíta máva með okkur. Ég sótti mann sem situr hérna í stólum út á Hauganes. Hann búinn að vera sjómaður allir sína ævi, þar að segja, í tengslum við sjóinn sem sjómaður og fiskverkandi. Elvar Reykjalín heitir hann og hann kann að búa til góðan saltfisk. Elvar Reykjalín, velkomin. Takk kærlega. Reykjalín. Við þekkjum ekkert á Reykjalín nema Reykjalín á Akureyri, það var Stefán Reykjalín, Stebbi Reykjalín. Já, ég held að það sé nú sko sama ættin, annars ég ekki ættfráður. En hérna, þetta nafn kemur að austan úr Mývatnssveitinni, upphaflega. Já, Reykjalín. Upphaflega Reynihlíð, heyri ég. Eitthvað svoleiðis. Já. En þú hefur ekkert verið að pæla í þessu? Nei, ekki mikið. Hvers son ertu þá? Jóhannesson. Jóhannesson. Ertu fæddur á Hauganesi? Ég er fæddur á Hauganesi, já. Og hefur alltaf átt heima þar? Ég hef alltaf verið þar. Og verð þar sennilega eitthvað áfram. Ég segi fiskframleiðandi. Já. Hvað kallar þig? Ertu framkvæmdastjóri eða? Nei, ég kalla mig bara fiskverkanda. Fiskverkanda? Já. Það býsna göfugt. Já, það er bara ekkert af því. Nei. Og ég er búinn að vinna í fiski síðan ég var bara 10-12 ára sko og mér hlakkar enn til á hverjum morgni að fara í vinnuna og að fara í fiskinn? Já, það er bara skemmtilega sem ég geri. Það er að flaka og salta og skera niður og pakka með starfsfólkinu mínu sem er náttúrulega alveg frábært og ég er búinn að hafa sömu þeirra ég held hátt í 20 ár. Já. Og þú sko, hvað ertu að framleiða? Ertu mest í saltfiski eða hvað? Við sérhæfum okkur í saltfiski. Já. Og gerum hann þá á gamla mátann eins og afi kendi pappa og pappi kendi mér og ég kendi dætrum mínu þrem sem að unnu þarna öll sömur á milli skóla. Já. Og svo búin að vera að kenna síðust árin afabörnunum sem er að vinna hjá mér á milli skóla. Býtum, er þá komið hvað, 50 ættliður? 50 ættliðurinn er búin að vera að vinna síðust árin þarna. Í þessari framleiðslu? Já. En hvernig færðu þau fisk? Veiður hann sjálfur eða? Ekki núna, við vorum með útgerð, seldum hana 2000 og hérna, þá kaupi ég þennan hluta út úr. Já. Og ég er að kaupa bara af bátum og af markaði og... Sem að eru þá, hver sækir þá fisk? Koma bátar að hjá þér eða? Já, ég er að kaupa til dæmis eins og í sumar mikið að ragga bróður, færafisk sem ég nota á veitingahúsið. Já. Glænýr og fínn og af Níelsi Jónssoni sem hefur verið á netum þarna alveg síðan maður var Polly sko. Já. Og þeir eigendurnir vinir mínir, við náttúrulega ólumst upp saman þarna á sjónum og í landi og svo bara kaup ég mörkuðum og þess vegna víða á landinu. Sko. En er þetta ekki sko, þarftu ekki að hafa bát og kvóta til að, væri það ekki skynsamlegra? Jú, það væri miklu betra og örugara af því að það er oft mjög erfitt að láta þetta ganga þegar maður á ekki kvóta sjálfur og þarf að treysta bara á aðra. Þannig að það hefur oft verið mjög erfitt á manni. Já. Og hvað þýðir það erfitt? Er það þá verðið eða vantar fisk eða? Nei, það er aðalega bara verðið sko. Og er það mjög rokkandi? Nú ég alveg viss það að fólk svona almennt veit ekkert hvernig þetta virkar og ég veit það heldur ekkert sko. Þess vegna ég að spyrja bara út í bláinn. Það er mjög rokkandi og til dæmis fyrir svona 3 árum þá var fiskur kannski á mörkuðum upp í 450 krónur kílóið. Kílóið, bara með haus og hala. Það fór upp í það. Og þá var maður alveg að lognast út það bara hreinlega. Af því að það er ekki hægt að skila alltaf verðhækkunum út. Nei. Núna er miklu betra verð, allt svo betra fyrir okkur sem erum að verka. Já. Þá verða fyrir sjómennina. Já. Þannig að það er betra að standa í framleiðslu núna heldur en hefur stundum verið sko. Já, er það? Já. Nema, svo kemur náttúrulega inn í núna að það er þetta flökt á krónunni
Hún hefur styrkt svo mikið að við erum að fá kannski hátt í 20% minna fyrir útflutningin. Nú kemur það. Þannig að það er alltaf eitthvað að glíma við í þessu. Nú kemur það. Já. En sko nú veit ég að þú vinnur sjálfur mikið í sko framleiðslunni og verkuninni. Já. Hver er þá að pæla bak við reiknivélina? Er það þú líka eða? Í sambandi við þetta, verðið og... Já. Á kaupunum og verðið á sölunni? Já, ég sé að kaupa allt inn og að selja allt og bara þetta allt saman frá að til sko. Já. Hvað margir sem vinna hjá þér? Við erum 8 núna, svona ýmist hálfan eða heilan. Já. En í sumar, eftir við opnuðum veitingahúsið, þá voru upp í 14 á launaskrá. Já, þú ert komin með veitingahús líka. Já. Er eitthvað vit í því að vera með veitingahús? Nei. Sko fyrirgefðu með fullir virðingu á Hauganesi? Nei. Það er ekkert vit í því? Ég er ekkert endilega að gera allt sem er vit í, sko. Það er svo langt frá því. Já. En jú, í alvöru tala, þá er alveg vit í því vegna þess að ferðaþjónustan er að náttúrulega bylta öllu hérna hjá þjóðinni, eins og allir vita. Já. Og það er orðið, sko, ég held 80% aukning á ferðafólki í gegnum Hauganes bara á milli ára. Þetta litla þorp? Þetta litla þorp. 100 manns búa þarna, 10.000 hátti það komið í gegn núna í sumar. Og hvað er fólk að gera? Það er að fara í hvalaskoðun með Níelsi Jónssoni sem er ein besta og elsta hvalaskoðun á landinu. Á alveg gríðarlega fallegan bát? Alveg bara, sko, mjög flottan og þeir halda honum frábærlega við. Samt er þetta bátur sem hefur verið sko á netum og öðru slíku? Öll árin, þá er þetta búin að vera atvinnufiskibátur og þeir eru að fiska kannski 200 tonn og svo bara svissa þeir yfir og fara að fiska túrista. Já. Þannig að þetta er svolítið sérstætt hjá þeim og mjög skemmtilegt og fólk kann að meta þetta. Já. Ég kom þarna út til ykkar og hef nú stundum gert það. Þar er mynd á vegg. Já. Þar er sko hnúfubakkur, ekki hnúfubakkur, í svona raunstærð. Í raunstærð. Þá sér fólk hvað þetta er gríðarlega stór skepna. Já. Og það er svo magnað sko síðustu árin hvað er búið að vera mikið af hnúfubakki í firðinu. Þegar ég var nú gæti á þeim fyrir nokkuð mörgum árum, þá var alveg sko hending að sjá einn og einn hnúfubakk og við þurftum að fara oft út fyrir Hrísi, út á Ólafsfjörð til að sjá kannski höfrungi eða eina hrefnu eða eitthvað sko. Já. En nú er hnúfubakkurinn búinn að ryðja bara höðrum úr firðinum. Já. Hann er bara þarna nánast í torfu sko 10-15 mínútur frá Hauganesi. Já. Og maður er að heyra sögu núna af því sko sem maður heyrði ekki hérna áður fyrr að fólk á sjóstöng eða færakallar, það kannski kemur sko hvalur undir og hann hreinsar allt undan hjá þeim. Já. Slítur allt burt. Já. Þetta er alveg með ólíkindum. Já. En þú varst sjómaður sem strákur? Já, ég byrjaði 12 ára sko með Sveina í Steinesi á Færum og byrjaði svo bara eins og allir strákar í þessum þorpum gerðu. Og byrjaði svo sem atvinnufiskimaður með pappa 15 ára, þannig að þetta hefur bara allt snúist sjó og fisk. 12 ára? Á sjó? Já. Á hvernig báti? Það var bara svona 6 metra trilla sko, opin trilla. En það voru svo margar trillur í hverju þorpi svona, það sem eldri menn voru að gera út á sumurinn, voru svo kannski annari vinni við veturinn, kannski að vinna í landi hjá útgerðum. En hérna, þeim þótti þetta alveg ómissandi að komast á sjóinn yfir sumarið og allir voru með sitt útflutningsmerki. Já. Þú veist, það var enginn að framleiða undir merkjum annarra, menn vildu hafa sitt eigið merki og þetta var mjög sérstakt og bara þegar ég er að byrja sko þá eru trúlega 30 saltfiskverkanir við Eyjafjörðinn. Já. En nú er ég einn eftir að verka saltfisk. Þú ert einn að verka saltfisk? Já. Hvað veldur því? Ég held að sé bara einhver greindarskortur hjá mér sko. Ég held ég fengi annað svar þetta. Nei, ég hef enga aðra skýringu sko. Nei. Jú, í alveg talað þá bara finnst mér þetta svo gaman og ég bara fekk það svona í kollið þegar ég var þetta 10-12 ára var að byrja að vinna í mati hjá útgerðum heima sem sagt að meta fisk, þá var maður að salta bara þegar menn voru
setja sko í pakkana og þá var þessum 50 kíló strega pókum hent upp á vörubíla, kannski 10 hæðir og það löbbuðu allir á þessu og svo var þetta hipt í stroffum borð í skip og allstað traðkað og þetta, pókarnir urðu undnir og allavega sprungu og bara traðkað á þessu. Bara illa farið með þetta? Já, það var það, en það var bara ekkert annað til þá sko. Nei. Og þá, bara ég manna svo vel, þá hugsaði ég strax að mér langaði rosalega til að hætti ekki í þessu fyrir en ég væri búin að koma saltfiski á neytendamarkað. Gera neytendavæðni. Já. Og þegar við hengum saltfisk heima og öllum húsum sko, þá var hann bara brytjað niður með beingarið og öllu sko, bara flattur fiskur, þú veist. Já. Fullt af beinum og hamsarnir voru kaldir á honum þegar maður var búin að beinhreinsa þetta dót sko. Já. Þannig að þá bara kviknaði þetta og ég hef einhvern veginn bara ekkert losnað við þetta síðan. Já. Enda þín framleiðsla samkvæmt þessu eins og hugsaðir. Já, já, hún það. Ekta fiskur. Já. Hvaðan kemur nafnið? Komst þú með það eða var það komið áður? Nei, ég held ég hafi nú sko, ég fann það nú en það var mikið búið að spá og spekulera og alls konar nöfn og svo endaði á þessu. Ég man nú ekki alveg neitt meira sko. Maður vildi kannski aðeins vísa í að þetta væri ekta fiskur? Já, og gamalt sko, gömul hefð á bakvið og eitthvað svoleiðis. Það hafi verið málið. Já, en saltfiskur herramanns matur. Algjörlega sko. Og er bara steik í útlöndum? Já, og við vorum þau fyrstu til að framleiða sko sérstaka saltfisksteikur eins og fyrir veitingahús. Já, hér? Já, það var 94 og það eru mörg bestu veitingahús landsins áskrifendur að þessum steikum hjá okkur. Og það er alltaf að aukast og við erum að senda núna þessa steiku til Ítalíu og svolítið til Spánar. Já, hvar á Ítalíu borða menn þetta? Já, síðustu brettin fóru til Feneyja, svo hafa þau verið að fara til Rómar og Mílanó. Já. Þessu stóru staði. Já. En Spánar, Spánverjar hafa nú verið þekktir fyrir saltfiskát. Já, Portúgali, Spánverjar, Ítali, Grikkir, þetta er allt saman gríðarlega saltfiskþjóðir sko. Já. Og það er nú hlýja á því þar núna svona en eru þó sölur í deglunni, en þá var þetta að fara Barcelona og Madrid og þar í kring. Já. Og þar í Madrid smakkaði ég skrýtnasta saltfiskarétt sem ég hef fengið. Það voru steikurnar frá okkur á veitingahúsinu og svo var eitthvað ofan á eitthvað grátt hlaup sem ég var ekki alveg að kannast við. Spurði svo kokkinn þegar ég var búinn að borða þetta, ég borðaði þetta hlaup, hvað þetta væri. Þá var þetta hanakambur, gufusoðinn hanakambur. Og hvað átti hann að gera? Var það skraut? Hann átti að vera skraut og kannski finnst þeim þetta gott, ég veit það ekki, mér fannst þetta alveg hrikalega. Gufusoðinn hanakambur? Alveg agalegur matur sko. Já, en lésti hafa það? Já, maður að prófa allt. Já. En hvernig það með þig að þetta nú sko tiltölulega lítið fyrirtæki? Já. Og svo þarf að selja, ert þú sjálfur að fást við það eða selur í gegnum einhver samtök eða hvernig þetta? Ég var mikið að selja bara sjálfur eins og að flytja út, en svo tók það bara svo mikinn tíma frá manni að ég hætti því og nú ég bara með aðalega einn útflutningsaðila sem að selja fyrir mig. Hér á landi? Já. Og hann þá í tengslum þá við þessa aðila? Já. Hefurðu farið og séð hvert þetta fer? Já. Og hitt kaupendurna? Já, þeir hafa komið til mín og það bara eins og á Spáni núna, þá bara einn kaupandi sem vill fá allt. Já, allt sem hún gerir? Já, ég bara geti framleitt mikið meira sko. Já. Það þá sko heildsali sem að dreifir eða? Já, hann þá að græja þetta í verslanir og veitingahús. Já. Og veistu að veitingahús sem hefur sjálfur farið á veitingahús til dæmis í Barcelona eða Spáni í Ítalíu? Já. Það sem átt að borða þinn fisk? Já. Og síðan í verslunum líka. Já. Og hann merktur ekta fiskur? Hann var það, en það gekk nú ekki upp það dæmi, það gengur nú ekki allt upp sko. Nei. En 96 þá fékk ég það í kollina til að vera ríkur, þá ætti maður að opna bara litlar saltfiskverslanir
á Spáni. Já. Og við opnuðum 2 litlar, aðra í Madrid og hina í Barcelona. Nei. Það búði. Galið, sko. Já, og? Það bara, við fórum illa á því. Já, þið fóru illa á því. Og af hverju þá? Í staðinn fyrir að vera ríkir, þá eru þið bara fátækari. Við vorum með fólk þar til að sjá þetta og það var svona í fleiri, alls konar starfsemi og einhvern veginn þá bara svona, var ekki einbeitingin kannski nógu. Hefði verið hægt að gera þetta? Opna svona saltfiskbúð, það til? Já, það eru alveg til. Saltfiskbúðir? Já, en auðvitað þarf miklu stærra apparat og bakvið svona heldur en eitthvað pínlítið fyrirtæki heim á Hauganesi, sko. Já. Þá vorum við að senda þetta alla leið bara sjálfi, sko. Já. Og sáum allt alla leið. Já. Þetta var bara vitleysa, sko. En hver þá draumurinn í sambandi við saltfiskinn? Hvað myndi þig langa til að gera og hvernig myndir þú vilja hafa þetta? Þú mætti breyta? Já, ég nennilega ekkert að hugsa hverju ég myndi breyta, sko. Ég bara er eiginlega komið svolítið á endastöð með hann miðað við það sem að ég var að hugsa mér í gamla daga, sko. Já. Að mér fannst alltaf svo flott á Spáni þegar eigandinn á veitingahúsinu var að labba á milli borða og tala við fólk og útskýra vöruna sína. Fiskur frá Íslandi, frá Eyjafirði. Já, eða kjötið frá bóndanum þarna, sko. Þannig að það var alltaf smá leyndu draumur hjá mér að eiga lítið veitingahús. Þannig að þú opnaðir það á Hauganesi? Já. Og hvað ertu með þar? Eingöngu fisk? Það er eingöngu fiskur. Og ertu það með kokk og allt, eða kokkar hann sjálfur? Já, stundum kokka ég, en ég er með bara fínt starfsfólk sem hleypur í þetta og þetta er nú engin flókin eldamennska, sko. Þetta er bara einfalt, heimilislegt og gott. Og hvernig líkar? Ég heyri ekki annað en gott, sko. Já. Ég heyri ekki annað, þannig ég held að þetta sé bara, við séum bara í ágætt í stöðu. En þeir eru að sjónum sem strákur. Já. Hvaða árið er það? Hvenær byrjarðu? Á sjó? Já. Það er svona 66 sem ég er að byrja á sjónum, sko, sömurinn. Þetta var nú tími, á þessum tíma þá voru náttúrulega alls konar kringumstæður og kannski ekki öryggismál og þess áttar í því ástandi sem þeir í dag. Nei, það var svo gjörsamlega allt annað. Þetta voru náttúrulega allt þessi minnibátar, trébátar í misjöfnu ástandi. Menn voru ekki að fara á einhvern námskeið eins og núna hefur verið síðustu áratugina. Og ég held ég muni það rétt bara að, sko, þegar ég er að byrja að sjóa þá eru að farast kannski tugir sjómanna allt í kringu landið á hverju ári. Já. Þetta var eiginlega rosalegt ástand, sko. Já. Þannig, en það var svo, ekkert skrítið kannski, en þetta var bara þannig, það var, auðvitað var þetta ennþá verra fyrir mína tíð, sko, þegar hjá sjómönnum, því að þeir eru nú búin að fá við tafði við landið á meðunum. Já. Ég vetra veðrum að þetta var ekkert ólíkt í bara að vera í hernum, sko, að menn fóru í stríð og svo var hlé og menn fóru svo bara aftur út, sko, að berjast, og var þetta ekki dósvipað. Menn kom í land kannski, voru kannski nálægt því að drukkna, sko, eða sökku undir þeim, rétt komast í land og þeir sáu nóttina og svo farið út aftur og þetta var bara sjálfsagt. Já. En þetta hefur breyst verulega. Alveg gríðarlega. Sem betur fer. Já, Og hverju er það að þakka? Það er náttúrulega miklu betri bátar. Já. Og bara allur öryggisbúnaður er mjög góður. Og öll þessi námskeið? Námskeið, alveg hreint. En sko, með mannskap, þú ert sjálfur að vinna í þessu. Börnin hafa verið að vinna, þú ert með fólk í vinnu hjá þér. Kemur og er fólk tilbúið að vinna í svona fiski? Það er, bara eins og ég segi, ég hef verið rosalega heppinn og auðvitað í þessum litlu þorpum er kannski ekki margt að velja. Kannski myndi það vilja vinna í einhverju öðru ef það hefði val á því, sko. Já. En ég hef aldrei verið í vandræði með að fá fólk. Nei. En þetta unga fólk sem að býr er frá Hauganesi.
það fer í skóla og segir skólanir á Dalvík og fer svo inn til Akureyrar kannski og jafnvel Reykjavík og kemur það tilbaka, fáið þið unga fólki tilbaka? Það því miður of lítið. Dætur mína þeir á til dæmis búa allar hérna á Akureyri með fjölskyldurnar sínar. Það fínt fyrir okkur. Já, það fínt fyrir ykkur. En það stutt að fara? Já, stutt að fara og dásamlegt að það skuli vera hérna svona nálegt. En þannig að það væri kannski ekkert mikið annað fyrir þeir að gera heldur en þá að vinna jafnvel hjá þér? Nei. Frá þessum litla stað, sko? Já, svo það hefur bæst við þetta, þessi veitingarekstur og svo náttúrulega hafa þeir á Níels verið að bæta við þessi fólki út á hvalaskoðuninni. Já. Þannig að það í raun þessi 2 fyrirtæki sem eru að halda þessu uppi og maður óskar þess ofta að geta haft meira að gera því að það eru fleiri sem vilja vinna þarna við þetta. Já. En þið eru ekkert í þannig stöðu að þið þurfið að ráða útlendinga til starfa? Nei, það er aldrei þurft hjá mér sko. Já. Við reynum að hafa svona léttan og þægilegan anda og það í starfslýsingu sko, fólk á að líta upp á vinnunni helst nokkru sinnum á dag og hrekkja. Það mjög mikilvægt. Það mjög mikilvægt að hrekkja. Þann sem þú ert að vinna með. Já, það hefur komið fyrir sko að einn starfsmaður hann mætir á undan þeir sem á að yfirleitt að mæta fyrstur 7:30 sko. Laumast inn í húsið og allt dimmt sko. Og svo þegar sá sem kemur inn og ætlar að kveikja þá grípur hann í hendina á honum. Og það liggur í hjartaslagi sko. Og Þetta er hrekkur dagsins? Þetta er hrekkur dagsins. Já. Elvar, hefurðu áhuga einhverju öðru? Þú ert tengdur sjónum, það er salt í blóðinu á þér, alveg örugglega. Önnur áhugamál? Ég var náttúrulega að veiða hérna áður fyrir, var í félagi sem hét Mókveiðifélagið. Já. Og við félagarnir fórum í gæs á hverju hausti og vorum þar í viku í bústað og veitum bara frá mótinn til kvölds. Ég var á skíðum í gamla daga og hérna, hef alltaf verið á snjósleða mikið. Svo fyrir 12 árum þá fékk ég hestabakteríuna. Og hún á mig alveg. Nei, það? Já. Áttu mörgkross? Það eru 7 heima núna hjá mér. Ertu í svona ræktun eða einhverju svoleiðis eða? Ég get nú ekki sagt það, en ég á meri sem ég fékk 1 folald undan og það er svolítið uppáhaldið mitt. Hinn hef ég bara keypt. Já. Og ertu það með góða aðstöðu þarna bara rétt hjá eða? Já, þau eru bara þarna rétt hjá. Ég sé þau á morgnana þegar ég fer í vinnuna sko og sé þau svo heim þegar ég fer heim og ef það er erfiður dagur þá fer maður á bak og ríður einn hring ströndina og mæti svo ferskur á morgni. Já. En ef þú sko ert að hugsa eitthvað nýtt í sambandi við framleiðslu, ertu þá með einhvers konar tilrauna eldhús eða pælir í þessu sjálfur, ertu með einhvern með þér, prófarðu nýtt og þess áttar, hvernig fer þetta fram? Það nú bara, þetta nú yfirleitt bara alltaf einhverja hugmyndir sem ég fæ sko og mér finnst rosalega gott að hverfa frá þessu annars slagið eins og á Tenerife til dæmis í fyrra haust, þá lá ég á sandinu og var að spá í byrju hvernig á ég hafa útlitið á pallinu fyrir utan veitingahúsi sko og allt í einu poppaði bara víkingaskip og fékk frænku mína hérna daginn yfir til að rissa upp á blað víkingaskip og hugmyndina og svo var það bara smíðað. Já, menn þú varst á Tenerife og áttur að slaka á. Já, ég hef ekkert gaman og ég get ekki þurrkað þetta út úr hausnum á mér þó ég fari eitthvað burt. Maður alltaf að hugsa þó að maður slaki alveg á samt. Já. En þú gerir það, þú tekur þig frí? Já. Ekkert rosalega mikið sko samt, en eins og sumrin þá tek ég svona dag á hestunum helgar og kannski lengi helgi og svoleiðis. Já. Fer með hölluminni austur á Grímsstaði og svef þar og gleip í mig víðáttuna þar og tek herðubreiðinn eins og hún gerði þegar hún var yngri. Já. En Halla þín, hver er Halla þín? Halla, seinni kona mín, Halla Jensdóttir, ættuð frá Grímsstöðum á Fjöllum. Nú er hún ættuð þaðan? Já. Já. Og eða svona hluta til en uppálega kannski meira frá Sultum í Keldukverfi en flyst svo þegar hún 6 ára þarna austur. Já. Er hún að vinna með þér í fiskinum? Hún er meira að vinna bara á veitingahúsinu þegar að fyllist þar. Hún er náttúrulega þjónn til 10 ára, búin að vera yfir þjónn og allt mögulegt, þannig að hún kann öll trikkið þar. Já. Það er gott að leita til hennar þegar á þar að halda. Hvernig verður framtíðin hjá þessu fyrirtæki? Nú er sko
5 ættliðir farnir að dunda við þetta. Já. Hvernig er framtíðin? Svo 3 stelpur, þær búa á Akureyri, en barnabörn farin að vinna með þér. Já. Þú átt náttúrulega mörg ár eftir í þessari vinnslu, er ekki það? Blessar, ég er Kollungur. Sprækur alveg og missi vall úr dag, sko. Þannig að ég hef aldrei kannski skipulagt neitt meðvita, sko. Þó að maður hafi átt sér þess að drauma þarna í gamla daga, þá var það aldrei beint skipulagt, heldur svona þróast þetta, og það er nú oft þannig með drauma fólks að þeir koma svona einhvern veginn ósjálfrátt. Þetta er í vinnslu hérna, sko. Já. Og það er kannski ekki alltaf þannig að fólk setja þið niður á blað og fari bara stig af stigi, sko. Já. Þannig að mér langar bara til að efla þetta þorp, af því að mér þykir svo ofboðslega vænt þetta þorp og fólkið þarna og mér er svo gaman að geta stuðlað að því bara fólk geti búið þarna áfram og kannski hækkað fasteignaverði þarna og þarna verði bara gott að koma fyrir túrista og aðra. Já. Og við erum að vinna í því núna, nýjelsamenn og við hjá Ektafiski, að opna tjaldsvæðið þarna, stórt tjaldsvæði og heitan pott þarna í Sandvíkurfjörunni sem er með ægilega falleg fjara, eina fjaran við fjörðin sem að snýr á móti suðri, skjólgóð og grunn, og þetta er dýrlegur staður og að búa til margt af það. Elvar Reykjálín, það var gaman að fá að spjalla við þig. Ég ætla að fá að taka þig mynd, eins og ég geri, venjulega. Og sjá, það væri hérna megin. Hvernig verður að taka hennar svona? Það væri fínt, sko. Já, þetta kemur sæmilega út. Sleppur. Þetta er kannski svona rétt sleppur. Kæra þakkir. Takk fyrir að mála. Gangi.